Hérna glemdi ég að ég eftir að taka upp klippu að labba niður stiga til dæmis sem við andra eða eitthvað. Eða með mér fyrirmálið. Þegar almenningur frétti af þessu, þá voru samtökin Direct Action Committee Against Nuclear War og CND eða Campaign for Nuclear Disarmament fljóta að efna til mótmælagöngu. Wow, sáu þetta merki? Þetta er upprunalega merki síðarnefndu samtökina, CND eða Campaign for Nuclear Disarmament. Það var mjög mikið notað í aldamótsgöngunum en síðan þá hefur verið að þróast í að tákna bara frið út allan heim. Já, áfram með söguna. 4. apríl árið 1958 lögðu þúsundir af stað frá London. Meðan förinu var heitið heila 80 km á 4 dögum til Aldermaston. Í Aldermaston hafði verið rannsóknarstöð breska hersins frá 1950 til að rannsaka kjarnavopn. Stöðin er enn starfandi í dag. Og gangan var til þess að mótmæla kjarnorkuáætlun Breta. Fréttir á göngunni bárust til Íslands meðal annars með blöðunum. Og svo aftur árið síðar þegar sama gangur var haldinn. En þá var hann samt gengin í hina áttina, frá Aldermaston til London. En það gekk betur. Spurning, er þetta of mikið í gangi hérna? Of mikið að klippum á hana? Og bæði með fyrst tíma pásu, ég heyri ekki í myndbandinu núna þegar ég taka þetta upp. Til þess að safna liði og vera fleiri en loka göngunar. Veturinn 1959 til 60 kveiknaði svo hugmynd á Íslandi að halda svona göngu í anda Aldermaston-göngunar. Það var rætt á fundi samtakanna Friðlýst land og var stofnaður þá 13 manna hópur til að sjá framkvæmd göngunar. Í hópnum var þetta fólk. Hér er eitthvað skrítið. Þessi klippa er of lengi á skjánum eða ekkert, það ætti að vera eitthvað tal undir eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvernig það var að laga það. 9. júní hélt hópurinn blaðamannafund hér í Unuhúsi að Garðastræti 15. Þau sögðust alltaf ganga aðeins 10 dögum seinna, eða 19. júní. Fólk sem vildi taka þátt í göngunni var hvatt til þess að mæta skrifstofuhópsins í Mjóstræti 3, bara í næstu götu, Brúnahúsið, eða hringja í síma 236 47 til þess að skrá sig til þátttöku. Á næstu dögum fór allt á stað á skrifstofunni. Síminn hringdi nær stöðu. Héðinni frá á ég semst eftir að setja allt yfir. Mér langar til dæmis að setja hérna síma, flæra yfir og eitthvað fleira. Blöðin fjölluðu gönguna. Þannig að eitt helsta hlutverk undirbúningshópsins var að halda aftur af veikburða fólki sem vildi ganga alla leið. Augljóst er að svona framkvæmd kostar sitt. Það var leyst með styrkjum og gjöfum, en skipuleggjendur göngunnar lögðu gott fordæmi með því að leggja út 100 krónur, sem að núvirði væri það bil 4. Í þessari væri til dæmis mjög cool að setja 100 kall hérna á seðil eða eitthvað, 400 krónur. 400-300 krónur. Það komu fleiri og fleiri aðilar sem vildi leggja málunum leið. Smá vandamál komu upp rétt fyrir gönguna, því að upprunalega planið var að taka ekki við fleiri skráningum 3-4 dögum fyrir göngu til að geta undirbúið með áræðanlega fjöldatölur. En það komu sífellt fleiri og fleiri. Og ég meiri segja laugardaginn, bara daginn fyrir gönguna, þá kom fólk bankað upp á og vildi taka þátt. Það hefði komið langt að til þess að taka þátt í göngunni. Klukkan 11 kvöld, 18. júní, stóð hópurinn upp hérna frá tröppunum og lagði af stað heimleiðis í gegnum rigninguna til þess að ná smá svefni fyrir stóra daginn. Og nú man ég eftir því að ég var eftir að setja að pæla svolítið í hljóðinu. Það vantar til dæmis hérna rigningarhljóð undir þetta og tónlist undir þetta allt. Takk og bless.